Kæru ásfundagestir, Planck, Bohr, Einstein, de Broglie, Schrödinger, þið þekkið þessa meistara. Þetta eru meistarar sem afhjúpuðu tengslin og sýndu okkur fram á hvernig ljós, efni og orka tengjast órjúfanlegum böndum. Planck sagði okkur frá því hvernig atóm gleypa og geisla ljósi í skammtum. Bohr sýndi að rafeindir hljóta að liggja á orkuhvelum. Einstein sagði okkur ljós bæði bylgja og eind og de Broglie á móti að rafeind hlyti að vera bæði bylgja og eind. Og Schrödinger kom svo með bylgjufalli sem að gera okkur kleift að tengja þessa tvo eiginleika bylgju og einda hjá rafeindum. Það skemmtilegt að skoða söguna á bak við það hvernig þessar uppgötvanir komu til og hvernig það oft sambland náttúrulega snilligáfu án efa, mikillar eljusemi og kannski líka oft á tíðum einkennilegra tilvírunar sem að verða til þess að þessar uppgötvanir ná fram að fara. Og þessar uppgötvanir sem í dag eru í raun grunnurinn að því sem við vitum og þekkjum þessi efni. Og í framhaldi af þessu þá langar mig til þess að segja ykkur frá skemmtilegri nýrri þróun sem að verða hjá okkur á Nýsköpunarmiðstöð. Við erum nefnilega að vinna að þróunarsetri, uppbyggingu þróunarseturs í efnistækni. Við höfum vissulega starfað í langan tíma á þessu sviði, sinnt þróunum og rannsóknum og efnistækni í langan tíma. Og þá má kannski segja að þetta sé frekar áherslubreyting heldur en umbreyting sem að verða hjá okkur. En aðdraganda þessa má rekja til yfirlýsingar Ragnheiðar Elínar Álfsdóttur, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, það sem hún setti fram í september síðastliðnum. Og þar setur hún þetta fram til þess að leggja fram áherslu að byggja upp þekkingu og auka verðmætasköpun á sviði efnistækni, þá sérstaklega ál- og kísilvinnslu. Í þessu sambandi þá nefnir hún 2 punkta, annars vegar að það verði aukið fjármagn til rannsókna á þessu sviði og hins vegar að það verði unnið að stofnun efnistækniseturs hjá Nýsköpunarmiðstöð. Hlutverk þessa þróunarseturs þríþætt. Það að auka samstarf, að auka þekkingu og að auka verðmætasköpun á sviði efnistækni. Við hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands fögnum því að sjálfsögðu að fá tækifæri til þess að leiða þessa vinnu, en gerum okkur jafnframt grein fyrir því að við náum þessu takmarki ekki án mikils og góðs samstarfs við fyrirtæki, háskóla og stofnanir í landinu. Og ég vil nú líka hnykkja á því að ráðherra vissulega leggur áherslu á ál og kísilmálm í þessu sambandi, en við munum halda áfram að sinna öðrum sviðum, svo sem verkefnum í orkugeiranum og líftækni á sama hátt og við höfum unnið að hingað til. Það ekki alveg úr lausu lofti gripið að ráðherra felir Nýsköpunarmiðstöð Íslands að vinna þetta verkefni. Því þrátt fyrir ungan aldur þá byggjum við á gömlum grunni. Þið sjáu hérna söguna að baki stofnunar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands árið 2007 og okkar mannauður, tækjabúnaður og reynsla í kjölfar þeirra fjölmörgu verkefna sem við höfum unnið á þessu sviði mun sjálfsögðu fara sem grunnur inn í þessa vinnu og starfsemi þessa efnistækniseturs. Við erum að sjálfsögðu mjög fjölbreytta starfsemi innanborðs og innanhúss upp á Nýsköpunarmiðstöð og þau kjarnasvið sem að þar eru innanhúss, við sjáum fram á það að þau munu öll að einhverju leyti koma að starfsemi efnistæknisetursins. Mannvirkjasvið, efnagreiningar, steinsteypa, efnisfræði, efnislíf og orkutækni,
Við gerum ráð fyrir að þessi svið muni koma að rannsóknum og þróun og að frumkvöðlasetur, Impra, frumkvöðlar og fyrirtæki muni sinna frumkvöðlum á þessu sviði við viðskiptalegar áskoranir og aukna verðmætasköpun. Þegar við hófum þessa vinnu þá skoðum við svolítið hvaða snertifleti það eru sem við höfum haft við rannsóknir á þessu sviði og eins og þið sjáu þá auðan Garðagresja. Við náum að dekka þarna tiltölulega vítt svið og við vonumst til þess að með þessum auknu áherslum og aukna fjármagni til rannsókna á þessu sviði þá náum við að efla þetta og styrkja enn frekar. Sem dæmi verkefni sem við höfum unnið að sem tengjast þessu þá má nefna til dæmis framleiðslu einangrunarefna úr kísilryki fyrir áliðnaðinn. Það má nefna vinnslu verðmæta úr gjallsandi, þar sem unnið til dæmis ammoníak, álsulfat, natríum, alúminat og einnig nýting kærbrota til verðmætasköpunar, þar sem kærbrotar ágreiningar gera frá álverunum tekin og unnin verðmæti úr þeim. Tækifærin leynast víða og í náinni samvinnu við háskóla, fyrirtæki og aðrar stofnanir í landinu þá vonumst við til þess að varpa ljósi á mörg ný tækifæri á sviði efnistækninnar á komandi árum. Takk fyrir.